giants. Can we bring to fall the giants? Can we bring to fall the giants? Can we bring to fall the giants?
Góða kvöldið kæru áhorfendur og velkomin enn og aftur í Kia-deildina. Ég heiti Ásgeir Rafn Sigurðsson og með mér í kvöld enn og aftur hann Brimar. Já, sælir, gott kvöld til að vera hér í stúdíóinu. Það er búin að vera pínu langur dagur í dag, ég veit ekki með þig en ég var að horfa á Super Bowl í alla nótt og er svo tilbúin í þetta en samt ekki. Já, mikið rétt. Ég hugsa að það er svolítið vont að vera að vakna snemma og horfa á Super Bowl. Ég var nú bara að horfa á LEC í gær og bara að missa vitið að mínir menn í Los Ratones komast ekki áfram. En við erum með alveg frekar skemmtilega viðureign í kvöld þar sem við erum að fara að sjá núna Jötun á móti Cool Beans Team. Já, algjörlega skemmtileg viðureign. Fengum, einn leik á milli þeirra síðu bara í haust. Vissulega allt annað lið sem að stilti sér upp held ég báði megin þá en vissulega fór það í 50 mínútur. Spurning hvort við fáum nokkra svoleiðis leiki í kvöld. Já, ég er allavega ekki hress í þessa 50 mínúna leiki. Ég vona að þeir reyna að koma sér aðeins svona verki fyrr en síðar. En hver veit, kannski verður þetta bara klukkutíma leikir og við verðum hérna í alla nótt. Það verður skemmtilegt að sjá. En kannski að við bara lítum aðeins létt yfir liðin sem fyrst. Hrikalega eru þeir fallegir, komnar myndir af strákonum hérna Batti í topp A-grein, Belmont í skóginum, Sörkolón, miðjunni, Ægen og Kirkjugarður síðan saman í botn A-grein. Loksins komni með allar þessar myndir inn hjá okkur, yndislegt að sjá andlitin á öllum þessu spilurum. Já. Og ég vissulega séð, alla nema Ægen áður. Já, þeir, þú þekkir þessa menn vel og en núna er svona handa áhorfendunum að núna getið aðeins tengt andlit við þessi nöfn. Við erum með smá breytingar á Jötun, þeir eru búin að vera áður á streymi, ég var ekki við þá. En svona helstu breytingarnar eru þá, hann Ægen að koma hérna inn, sterkur í liðið. Já, það er frekar mikla breytingar, Sörkolón og Kirkjugarður voru vissulega á bekknum í haust. Já. Og komu síðan inn í aðaliði núna með bara sínu góða vin hérna Belmont, Sörkolón og Belmont búin að spila þennan leik saman síðan þeir byrja að spila leikinn. Já. Ægen bæti síðan akkurat við, kemur frá Viski sem sterk skytta og eini sem heldur sér í aðaliðinu frá haustinu er Batti í toppakrin. Já, aðeins að standa sig vel vonandi, aðeins að herja gamlu liðsfélagina. Við ætlum þá kannski að kíkja aðeins á Cool Beans Team. Já, algjörlega topp leikmaður og í skóginum 40 Gamer, miðjunni Addi, botn A-grein Cookie og Bad Habit sem að mæta hér í dag. Það er eitthvað sem við erum ekki alveg vanir að sjá. Cool Beans Team eru að svona hoppa á milli. Þeir eru með 2 uppsett botn A-greinar. Já. Þannig að þeir skipta bæði skiptunni og aðstoðarmanninum út. Já, einmitt. Það er sem sagt, við erum að horfa á bara eiginlega sama lið og við sáum í haust einmitt, nema Cookie er hérna að spila í staðinn fyrir Octopus. Annars, hafa er verið að vera með Kirstereina Danli, ég man ekki alveg nafnið hjá henni sem hún fer eftir, en við erum bara að sjá frekar klassískt Cool Beans Team. Já, og akkurat mjög gaman að sjá þá alla í mynd. Hérna er akkurat strákar sem ég þekki ekki mjög vel með andliti og þekki einungis með nafni inn í leiknum, þannig að alltaf gaman að sjá þá. Já, hef verið að kasta með leikmanni áður fyrir Rick og hef hitt hann okkur sinnum. Svo voru alveg myndir náttúrulega af honum Bad Habit áður fyrir þegar hann var að keppa fyrir Dusty. Eða flott, hann komin inn undir The Cool Beans Team banner. En þetta er að vera alveg frekar skemmtileg viðureign. Ég get ekki beðið eftir hvað við erum að fara að sjá Bad Habit náttúrulega er svona oftast á þessum svona playmake supportum. Gott að sjá til dæmis threshin hans og bardin hans og svona. Og það er alveg gaman að sjá svolítið draftin hjá einmitt Cool Beans Team. Já, það verður skemmtilegt að sjá. Veit að Kirkjugarður er ekki mikið fyrir, allavega ekki jafn mikið fyrir eins og Threshin, meira akkurat mögulega í bardinum ef það er eitthvað svona playmaking potential í gangi. Þannig að það er spurning hvort að það verði eitthvað sem að
bæði lið eru að leitast eftir hér og eftir, þar sem að Bardi er búinn að vera mjög sterkur aðstofamaður í ár og síðan Slatti í boði. Ég er búinn að vera að sjá hann koma með nokkuð ný picks inn í solo queue stöðuna og verður skemmtilegt að sjá hvort að eitthvað af því kemur út hér í dag, en ég einhvern veginn býst ekki við því, ekki alveg strax. Við erum að fara hérna aðeins að skoða svona, hvað segir maður, hvað að fara að spila til í Jötun. Þú þekkir það lið ágætlega vel. Hvað eitthvað svona sem þeir eru að fara kannski að taka til að byrja með svona fyrsta rotation? Það frekar klassískt hvernig þið setja þetta upp. Það Baddi í toppakrein alltaf á þessum skriðdreka, hvort sem það Orn eða hann nýlega að byrja að læra á Kassanti líka. Það var ekki alveg hans pick. Síðan getur hann alltaf tekið alls konar eins og Mundo eða eitthvað ef það þörf á því. Belmont vill spila meiri skaða. Hann alltaf að leita meiri skaða í skóginum, vill vera eitthvað sem við höfum séð bannað af honum í hverjum einasta leik, Belveth. Það Belmont, Belveth, passar áleik. Síðan í miðjunni erum við að tala eitthvað sem að stýri leiknum, Talia, Orianna, Asir, eitthvað sem getur hreyft sig, Rice og bara stýri leiknum, svona control mates. Hann elskar eitthvað svoleiðis og sérstaklega eitthvað sem að getur hreyft sig niður á botnakrein fyrir ekki að snemma. Síðan í botnakrinni þekkja hann flestir fyrir Jinx, sem náttúrulega klálega sterkt pick ennþá, en síðan hann byrjar að picka upp eins og Yunara á seri og eitthvað slíkt, en það alltaf eitthvað carry potential hann á bakvið hann minna að spila svona long range eins og Caitlyn eða Jhin eða eitthvað slíkt eða Ashe, og Kirkjugarður pínu út allt. Hann meira í boði, finnst mér, þar heldur en hjá öllum hinum. Já, einmitt. Við erum kannski að fara að sjá eins og talaður svona aðeins verið stjórn hjá Jötun. Þetta hljómar svolítið svona, hvað segir maður, standard að hafa svona skriðdreka einmitt í toppakreininni. Það pæling hvað að svona svörin geta komið frá Cool Beans team. Það náttúrulega leikmaður, hann með nokkra hetjur sem hann svona þekktur fyrir að spila. Kemur til greina Yorikin. Ég vil meina Yorikin ágætlega sterkur þetta season með svona split push breytingarnar sem hafa átt sér stað. Hann náttúrulega líka alveg svona gott að koma sér upp þessi levels, upp í þetta 19. 20. level sem gæti alveg vel gerst með að við fyrri útkomur á þessari viðureign þar sem fór upp í 50 mínútur. Já, akkurat. Það alveg líklegt, finnst mér, sérstaklega ef að Cool Beans team ná stjórn fyrir eitthvað snemma í leiknum, að leikurinn endi á því að fara frekar langt, þar sem að mér líður eins og þetta lið kunni ofta ekki að klára leikina. Ég hef reyndar ofta séð það einhvern veginn með Octopus inn á, ég veit ekki hvað það einhvern veginn eins og þegar hann inn á þá vill hann alltaf komast í öll vopnin áður hann vinnur síðan loksins leikinn, en kannski líður hann bara vel að vera að koma með svona fullan hópa vopnum og geta bara klárað einhvern aðstoðamann í 2 skotum. Einmitt, og núna Cookie að fara að vera í staðinn fyrir einmitt Octopus. Þetta svona smá breytingar þar. Ég hugsa, þú veist að tala að Ægin ekki að spila þetta long range svona. Ég hugsa Caitlyn, Octopus spilaði svolítið mikið af Caitlyn, sem hugsun hvort að Cookie líka að spila. Cookie náttúrulega flinkur, maður búinn að vera að horfa á hann lengi og búinn að spila með nánast þessu liði bara mjög lengi áður fyrir XY og svo núna þetta Cool Beans team. Þetta svona skemmtilegt hversu svona, þetta lið búið að haldast mjög lengi saman einmitt þessi spilarar. Já, það alltaf gaman að sjá þegar það akkurat eitthvað svona hópur sem að næra að halda sér saman, sérstaklega fólk sem þetta ekkert bara einhver vinahópur úr grunnskóla eða eitthvað slíkt. Þetta alveg hópur af fólki sem svona pínu út allt og náði bara einhvern veginn að finna hvort annað í League of Legends. Já. Og heldur sér saman, eiginlega held ég aðalega í gegnum League of Legends og bara tölvuheiminn. Alltaf mjög gaman að sjá hvað það getur verið skemmtilegir hópar sem að myndast í gegnum þessa tölvuleiki, en ég held að draftið verði frekar skemmtilegt hérna á eftir. Hetjuvalið verður pínu fókus kannski á það að
Cool Beans tím vill náttúrulega, held ég, fá leikmann á eitthvað sem að counterið, þeir velja red side líka. Ég var búinn að kíkja á það á Discordinu. Cool Beans tím velja red side, þannig að þeir vilja klálega counterpickið í top A-grein. En ég held að Baddi svo sem almennt vanið í, en hann lendi náttúrulega mjög illa til dæmis í vind þegar hann pickar Sahin inn í hann. Já. Þannig að hann er ekki vanur öllu að lenda, veist, ótrúlega undir þó að hann sé alltaf settur á einhvern skriðdreka og bara þú ert góður þetta. Ég hugsaði mitt, kannski leikmaður náttúrulega spila líka skriðdreka og svoleiðis, getur spila ornin vel og ég hugsa að Sion getur ekki verið það lélegur þar sem Sion bara það sterkur. En hér er hugsunni, mikið það sem leikmaður spilar og getur spilað mjög gott einmitt inn í svona mjög stórar hetjur skriðdrekana. Ég hugsa til dæmis Jorikin eða eitthvað svona Volibear eða Lilja, eitthvað svona sem hann getur spilað. Svona pocket pick. Já, ég vil helst ekki sjá Lilja allavega í fyrsta leik. Það má taka því í þriðja leik ef það búið að banna hann fyrir eitthvað vel út og hann búinn að taka einhver picks og líka þá Baddi einhver picks á honum. Að eitthvað svona pocket pick mæti þá í leik 3 ef við fáum hann. Já. En já, allavega með að við svona síðustu tölur og hvernig það þá gæti vel verið við séum að fara í 3 leiki hér í kvöld af því ég tel þetta að vera mjög jöfnlið. Já, mikið rétt. Nú erum við bara svona bíða einmitt eftir draftinu og það verður bara mjög geggjað að sjá. Ég að hugsa hvernig svona jötun hefur almennt ef ég að skoða allir með svona chansimótið, þá þeir búnir að komast, ég held að það fóru 2 í 3 leiki. Ég veit ekki hvernig það fór í seinustu viku hjá þeim, en 2-0 frekar örugglega. Ok, það flott. Það var allt annað. Ok, það svona smá breytingar, svo kannski geta þær haldið því áfram. Já, veist, náttúrulega við erum að tala um það að þeir voru að taka 1 leik og þá fyrsta leikinn á móti þeir sem voru í úrslitum í haust. Já. Þetta voru vissulega Fenrir og Snákanir. Það sem að þetta náttúrulega allt öðru í jötunlið heldur var í haust sem að, rétt svo mistu af topp 8, duttu út hana í 9. sæti og Erm stal 8. sætinu alveg klálega af þeim hana á síðasta degi, vel gert hjá Erm að koma hana, mér finnst það gríðarleg saga að Erm hafa komast aftur inn í það. Já, einmitt, Erm náttúrulega, við fáum að sjá leik hjá þeim bara í næstu viku eða þar næstu. Ég held að þeir eru búin að fara í gegnum smá breytingar líka á einmitt liðinu sínu, en það svona að fara að vera skemmtilegt að sjá hvernig líka þetta byrjar að raðast núna. Við erum að nálgast svona, ég veit ekki hversu margar vikur eru af í riðlakeppninni. Það eru 7 vikur á riðlakeppni. Já, svo við erum svona næstuð í hálfnaðir eða hálfnaðir. Já, við erum eiginlega hálfnaðir, já. Við getum sagt það. Já, svo þetta byrjar alltaf að skýra sig hvernig einmitt röðinin verður. Seinast var þetta allt mjög tæft og bara svona hvernig allt raðaðist. Núna held ég komast allir inn í playoffs. Það bara fer svolítið eftir hvar þú byrjar. Og svona best náttúrulega að vera fyrstur. Það að fara að vera svona með gott öryggisnet þannig séð. En já, eins og þá það held ég einmitt Snákanir og Fenrir sem eru svolítið á toppnum. Já, Snákanir, Fenrir og Viski eru búin að vinna allar sína viðureignir og síðan þetta frekar jaft í miðjunni. Það akkurat CPT, Jötun og það var eitthvað eitt annað lið sem með 1 sigur í viðureign. Kannski Heilægir? Já, getur verið. Gæti verið. Síðan, 2 lið sem eru ekki búin að fá sigur, held ég. Held að það stillist svoleiðis. Já, það var það. 3 og síðan 2, já. Já, Strumparnir og Erm, ég held að þetta það. Við erum að, vonandi geta þeir einhver klórað sig í áfram upp. Við viljum náttúrulega hafa þetta eins jafnt og hægt er. Já, algjörlega. Síðan líka hvernig þetta sett upp, það var pínu, hvernig ég setti þetta upp þá stilti ég þessu þannig að svona topp leikinir átt að vera síðustu leikinir í riðlakeppninni. Þannig að það ástæðan af hverju Viski og Snákanir og Fenrir eru með 3 sigra af því að
þeir eru allir eftir að spila á móti hvorum öðrum ennþá. Þannig að þetta er allt eftir. Já, einmitt, þessi Við höfum stóru eftir að leiki. fá þessa stóru leiki. Það var raða pínu svoleiðis upp þannig að við myndum fá svona marga spennandi leiki hvernig þetta myndi alltaf raðast upp alveg í endan og þá lið sem að myndi spila á móti svona, sínum styrkleika kannski frekar alveg í endan. Já, einmitt og þetta svona mun allt þá raða sér, þetta var svolítið svipað og einmitt í fyrra þar sem við sáum Viski á toppnum bara allan tíman og svo svona, duttu þeir niður einmitt 2 sæti þannig bara í blá lokin óheppilega fyrir þá og Dusty eða núna snákarnir náðu að komast bara á efsta stig og gæti það gerst aftur? Er góða líkar, við horfðum á snákaleik ekki senast? Jú, síðustu, á móti heilu, tóku heila frekar örugglega 2-0. Fyrri leikinn allan frekar örugglega, seinni leikurinn, heila byrjuðu mun betur og voru næstu komni með þarna í hendunar einhvern veginn og síðan bara algjörlega misti þetta frá sér í endan, en það við höfum eftir að sjá meira af þeim og verður skemmtilegt að sjá hvernig það allt fer en allavega eins og þá eru snákarnir líklegir til að enda efstir en auðvitað veit maður aldrei hvernig þessi leikir fara, snákarnir gegn Fenrir og Fenrir gegn Viski og Viski gegn snákarnum, það allt eftir og sérstaklega það sem að topp leikmaður Fenris allavega svona einn af topp 2 leikmönnum Fenris færði sig yfir í Viski þetta tímabil. Já, var það ekki Íslenska hetjan? Íslenska hetjan, það eru náttúrulega stórar breytingar. Viski alveg svolítið svona fór í gegnum smá, ég myndi svona rebuilding eða endurbyggingu þar sem ég sá einhverjir færðu sig, ég held að það var Cap Maniac sem fór einmitt þá úr frumskóginum yfir, ég held ég aðstofamannastöðu kannski, ekki alveg með það, en og fengu einhverja nýja leikmenn einmitt inn og ég hugsa að þetta gæti verið sterkara Viskilið heldur við sáum fyrr. Ég tel að vera sterkara, maður sá það klálega í vikunni sem að við vorum ekki heldur voru meistarinn okkar Mist og Ragnhildur með stúdíóið það kvöld, þá fengum við Viski í CPT sem að var vissulega þriðasætisleikurinn í haust og Viski, ég vil segja rúlluði yfir CPT-pínu í þeirri viðuregn og stór partur af því fannst mér vera Íslenska hetjan sem að var algjörlega stýra leiknum einhvern veginn í gegnum hann allan, var algjörlega með bara alla stjórn á bara, kortin í heildina. Það fekk bara að gera það sem hann vildi og fór alltaf bara truflaði hinn skóamanninn og ég held að það sé hundleiðilegt að spila á mótum. Ég hef spilað það sjálfur á mótunum, það ekkert gaman, sko. Hann svolítið góður, en við ætlum núna loksins að komast inn í hetjuval. Þetta var smá bið einhverjir skemmtilegir, tæknilegir, örðuleikar ég að búast við. En við erum núna að sjá fyrsta bannið Aphelios tekið af Cool Beans Team. Já, Aphelios, nú þekki ég Cookie samnið ekki nógu mikið, en Jinx bannið, það eitthvað sem ég talaði áðan. Já. Aphelios, ég veit reyndar að Ægin ekki mikil Aphelios spilari. Bönnuðu líka þetta á móti Fenrir í hverjum einasta leik. Við erum að sjá smá skiptubann bara. Varus búinn að vera svolítið sterkur núna. Mjög sterkur. Alveg mjög svona getur tekið léttilega við leikjum. En við erum allavega að sjá 3 skiptur bannar. Kannski það Belveth af Belmund og þetta svolítið svona eins og þú varst að segja. Þetta bara klassist. Þeir fá ekkert að spila sína uppáhaldshetjur. Ægin búinn að spila Jinx mun meira heldur en allar aðra skyttur. Flesti spilarar í skyttustuðinni eru oftast með svona topp 3. Ægin bara með topp 1. Þetta pínu svoleiðis. Þá allavega að létta að handa Cool Beans Team að hann ekki á Jinx. En hvað þetta? 3. bann? Þetta fara að vera Cassandra af einmitt leikmanni. Það þá ekki eitthvað sem Jötunn vildi taka. Nei, Batti
er enn að æfa þetta, Já. myndi ég segja. Þetta er Hann ennþá í opninum. Já, þetta er ennþá í opninum. Junara tekin á ægin líka. Það er eitthvað sem að ægin er búin að færa sig yfir í þetta tímabil. Já. Mér finnst Jinx ekki að hafa verið nógu sterkur. Og Sion tekin hérna fyrst. Það er reyndar gamalt og gott pick hjá Badda. Hann elskar þessa hetju. Já, alveg mikið rétt. Ég man eftir honum að spila einmitt Sion. Ég er svona að klikka eitthvað í hausnum mínum þegar Sion kom hérna upp hjá honum Badda. En hvað er þá að fara að vera svarið? Núna getur einmitt Cool Beans team sparað þetta seinasta val handa einhverjum öðrum heldur en leikmanni. Já, ég myndi geima það fyrir Bad Habit. Aatrox, klálega gott pick inn í Sion. Hvort þetta er einmitt líka flex ef þið vilja. Já, gæti akkurat farið frekar yfir í skóamannin. Allavega eitthvað svona sem þeir geta haft sem val. En við erum Nei, ok, það er bara farið. Þeir ætla bara að sína sín spil strax. Þeir ætla að tryggja Wukongin með þessu. Já, bara mjög fínt. Wukong er eitt af þessum hetjum sem er alltaf valinn, allavega einu sinni í svona serjum. Og hérna kemur einmitt Talian eins og þú varst að tala um. Já, eitt af uppáhaldinni hjá Circulone, alveg óþolandi að spila á móti Talíu, bara hjá honum sérstaklega. Hann er aðeins of góður að færa sig með ultinu og nýta bara það bæði snemma og síðan seinna í stórum bardugum. En spurning hvað kemur síðan til að klára þetta, býst við skyttunni hreinlega? Já, mögulega skógamanninum. Meira, það er Pantheon einmitt í skóginn þá. Þetta er núna komið, topp megin hjá líklega spáðum. Kannski er að fara að vera bara miðjuval hérna. Já, ég kemur ekki óvart eða taka bara miðjuna hér. Það kemur að Addi á Aurora. Þetta var eitthvað sem var alltaf bannað af Adda. Þegar hann komst á Aurora, bara leikurinn sprengtist upp. Hann er góður á Aurora hérna. Já, þannig kemur Bard bannið á, frá CBT. Þú talaðir það að Bad Habit myndi kannski vilja spila það, en síðan Brom hinn meginn, ég reyndar hef séð Kirkjugard spila Brom líka, veist, ég er að segja, báðir aðstofumennir spila alltaf mikið, en við fáum síðan Sæju strax valda þetta fljótt hérna í seinni völum. Kæsa hinn meginn á IN, eitthvað sem hún líður vel á. Renata með því. Við erum að sjá frekar mikið dive comp hjá Jötun. Við verðum svona að horfa hérna til einmitt ekki Belmont, Circulone á Talíunni er náttúrulega með mjög gott svona anti-dash í gegnum sitt og er þetta að fara að vera svolítið erfiðara fyrir Cool Beans team að gera sem þið vilja gera hérna. Wukong og Rakan einmitt geta bara verið einmitt stönnaðir eða rótaðir á leiðinni inn í liði hjá þeim. Já, Renata líka mjög sterk með bara ulti sitt, getur passað upp á það ef einhver er að fara að koma inn eða bara hreinlega þá all liðið er að fara að koma inn á það, að þá bara loka algjörlega stöðinni og láta það berast á móti hverjum öðrum í staðinn. En síðan er líka bara gamalt og gott klassískt duo pick, Talia Pantheon. Þú getur spilað þetta hvar sem er á meðan Pantheon nota bara W sitt, stönnar einhvern, Talia kemur með komboðu sitt á eftir og leikmaðurinn er almennt bara dáinn strax eftir það. Svo horfum við hver vann hetjuvalið? Ég tel þetta að vera mjög jafnt. Ég tel þann sem að kemst aðeins og undan svona fyrir leiknum eiga góðan send. Mér finnst reyndar pínu pressa á CBT að komast á undan í leiknum af því ég held að þetta scaling hjá Kæsu og Sion er aðeins of sterkt, en ef að Sæja kemst sterkt inn í svona fyrri part leiks þá er mjög erfitt að spila þetta fyrir Jötun. Já, og það er eitthvað sem þeir eiga þá að stefna á. Við erum að sjá hérna smá í miðinni aðeins að skiptast að höggum. Samt rólegur leikur eins og er. Ekkert að gerast á fyrstu mínútunni. Nei, nú hef ég lítið spilað á Aurora, þó ég hef nú oft spilað á móti Circulone á þessari Talíu. Þá veit ég ekkert hvernig þetta matchup fer. Já, ég hugsa Aurora er með dash, eitthvað sem Talia getur komið í veg fyrir.
Þannig kemur Addi búinn að taka svo mikið skaða en það er ekki að vinna þessa skiptingu að höggum. Nei, Circle Lone spilaði þetta frábælega, pressar Adda hérna alveg undir turnin og heldur áfram að gera gríðarlega skaða, notar bara til að mynda meiri skaða. Hérna kemur líka komboið. Addi núna hlýtur að vera tekið niður hérna Circle Lone, þetta er að fara að vera hérna solo bolo í byrjun leiksins hérna, handa Circle Lone. Og býttu, leikmaður núna að reyna að taka niður Badda en kemst ekki upp með það. Já, Baddi ákveður samt að bíða hérna, er náttúrulega risa stórt skósina, já, bara alda ef við getum kallað það að mæta. Leikmaður hérna aðeins að reyna að stríða Badda hérna sem vildi ekki fara tilbaka með alla þessa skósuna. Býtu, hérna var hýlið eða læknunin notið hjá Kirkjugarð. Já, þeir hafa lent í slæmum málum gegn Rakan Saya er nú mjög sterkt sérstaklega þegar eru komin í level 3 geta nýtt þessar fjaðrir hjá Sæju mjög vel. Já, Belmont er hérna í nágrenninu en eins og er jöturinn að íta þeim hérna undir turnin. Já, vilja held ég bara komast aftur tilbaka. Þetta lítur ekki vel út fyrir þeim og meðan er Circle Lone að vera svo leiðileg við þetta greið er ekki að fá að spila leikinn hérna til að byrja með. Ég var hérna að peppa hann hérna upp en er núna bara aftur kominn tilbaka og missir hérna afið mitt bara fallbissu öldu hérna af skósunum. Og býtu, hérna kemur Baddi, eða Bad Habit inn, reynir að gera eitthvað við Ægjen sem er núna búinn með manaðið sitt, er rútitt, hann kemur barrið í gegn og leiftrið, hann kemur sér samt undir turnin. Já, mér finnst þetta að vera frekar gróft í jötun að reyna að halda sér og Baddi með solo bolo í topp akrein á meðan þessi Sion að taka Aatrox. Vissulega, Baddi hefur spilað þessa akrein Sion gegn Aatrox örlað núna 1000 sinnum, þannig að hann ætti að kunna þetta en leikmaður ásamt alltaf að vera með yfirhöndina í þessari akrein. Já, var með einmitt leiftrið svo hann var bara ekki að búast við þessu. Þetta var einmitt svolítið erfitt að lenda í þar sem Baddi er hérna að spila Sionin sem er bara að fara núna svolítið að skeila ágætlega mikið. Sjáum þessi kaup hjá honum. Þarna kemur annað, þetta er svo erfitt að berjast, Addi hittir ekki neinu og þarf bara að hlaupa í burtu aftur. Þarna kemur Steinn og Addi er bara næstu í dauður aftur, þarf að koma sér tilbaka. Já, Circle Lone nýtir tíma með því að íta þessari öldu inn af skósvinnum og getur þá pressað í botn akrinina þar sem að Cookie og Bad Habit eru, alveg klálega með stjórnina þar. En ef að Circle Lone og Belmont mæta hérna saman niður þá getur það verið stórhættulegt en við síðan Circle Lone ákveða bara að koma sér tilbaka en ég finnst það fyrir ekki að fyndið 3 cloth armor á hennan Sion yndisleg kaup. Hann ætti núna að vera alveg góður að hennan leikmaður ætti ekki að geta gert neitt skada við hann einmitt alltaf hann í bili. Hann er eitthvað poten og hann kemur kúið, er að fara að gera svolítið skada við hann, leikmann. En hann er leifturinn notað hjá Cookie, Belmont er mættur og hann vildi ekki vera tekið niður af honum. Nei, þetta var akkurat það sem að YouTube vantaði hann í botnakrinni að fá smá aðstoð til að losa pressuna. Hvað er þetta að gera undir turninum hjá Badda hérna? Þú ert núna í svolítið klandri, ætlar að reyna að hýla hérna, hann kemur leiftri frá honum líka í boði handa á honum leikmanni, en hann notar það ekki. Og hérna er Addi og Forge Gamer eitthvað að reyna að stríða honum Circle Lone sem hoppa bara í burtu. Vel spila hjá Jötun hérna í byrjun leiksins. Já, þetta lítur ekki vel út fyrir Cool Beans team hér til að byrja með. Og hérna sjáum við Circle Lone svarar Adda strax tilbaka og Belmont, Kirkjugarður og Ægjen byrjar að dreka hann Bad Habit og Cookie. Já, þeir eru bara með gott sæti til að horfa á þennan dreka falla niður held ég. Ekki mikið sem þeir geta gert hérna þar sem þeir töpu toppakrein megin og Belmont var bara mættur á svæðið og það þurfti ekki eftir að gera neitt auka. Drekin eða Særún komin í hendur Jötuns. Já, algjörlega
Sjáum það líka Brambúlvest og Plated Steel Caps komið á þennan Sion. Þetta verður ömurlegt fyrir leikmann til að spila núna. Og Sir Cologne var að taka niður Adda. það er hérna að, myndavélinn bara hætti að virka og hérna við missum af einmitt Sir Cologne ná Adda aftur í annað skipti í þessum leik og núna er þeir 4-0. Já, það er samt allt á þessum solo-agreinum Baddi og Sir Cologne að spila frábæran leik. Ekkert í boði, er samt með leifturu og hílið. Svo var ekki að fara að detta niður en það var ekkert mana á honum. Gat varla barist tilbaka. Nei, Cookie samt að vera búið með manaði hér, þannig að spurning hvort að Ægin vill ekki reyna að halda sér aðeins lengur, ná þessu næstu öldu af skósveinum. Já, við erum hérna einmitt, Baddi er ennþá með skjöldinu upp, ég geti gert smá skaða hérna með tvöldhafinu sínu, hann kemur í gegn, leikmaður núna á hlaupum, sjáum hann skaða frá Badda á leikmann. Þetta er ekki lægi, leikmaður getur ekki gert neitt skaða á móti, þannig ekki nema hann hitti þá öllu fullkomlega og Baddi komið með þessa skó sem að skipti svo miklu máli inn í þetta Aatrox agrein. Já, Belmunduna lappa henni inn í miðju agreinina og Bad Habit er hana nálægt líka. Það er bara að koma hérna inn á þá. Kirkjagaard er samt líka ofar GM, þetta verður risa bann, en þetta kemur Talía inn til að stoppa þetta alveg. Kirkjagaard notar þetta ulti sitt og það ættir að fara að vera risa barða hérna. Hann kemur 4G Gamer með sitt, Bad Habit á hlaupum, Belmund hittir ekki spjótri á hann, en hann er að fara að tekja niður kannski 4G Gamer. Renata Tvöldafið er á honum, en hann hlýtur að falla niður. Og þetta er einmitt sem Cool Beans team þurfti til að reyna að koma sér aftur inn í hann leik. Já, smá mistök hjá Belmund. Gat spila þetta aðeins betur en Sir Cologne vissulega nær að stoppa þennan Rakan við að koma sér inn en gerir síðan nær ekki að gera mikið meiri skaða inn í þetta. Addi spilaði þetta mjög vel, náði held ég bara eins miklum skaða niður og hann gat. Þannig að Belmund steig aðeins og framlega að vera að reyna að ná Bad Habit niður og gekk ekki og var refsað fyrir það. Einmitt og núna erum við að sjá hérna bara smá skittur að berja skósveina. Já. Belmund er hérna að byrjaður á einmitt möðgorum. Bad Habit er samt mættur á svæðið og gæti eitthvað orðið úr þessu. Ég lítið sem að Bad Habit getur gert en Addi er vissulega að stíga upp líka en Sir Cologne spottar hann og með control ward á 2. Þannig að Addi reynir að koma spurt frá þessu en lendir bara algjörlega ofan í þessu. Annar tekur hann svolítið mikið skaða, er ekki með neitt uppi, var einmitt að nota fjarflutnýsingin til að komast aftur í miðina. Og ég er bara aftur búinn að missa allt lífið sitt. Það er að nota bæði refillable pottarnum sína hérna. Já, þetta lítur ekki vel út í miðinni. Sir Cologne er pínu að leika sér hér. Þetta er vissulega örgulega uppáhaldshetjan hjá Sir Cologne. Og uppáhalds kannski hjá honum Adda hérna líka, en alls ekki að fara vel hérna. Hérna var hann tekið niður aftur. Sir Cologne að standa sig svo æðislega hérna á móti Adda með risa farmmun og líklega lítur að vera ótrúlega mikið yfir í gulli. Við erum að sjá hérna 1800 og einmitt í topp agrina munurinn er aðeins minni þar en þetta er risa munur í miðjunni. Núna er Addi leikmaður byrjar að gera smá skaða einmitt á Badda hérna. Já, er búinn að vera að safna skósveinum ágætlega og fekk smá turretplating líka sem að hjálpa gríðarlega mikið með gullið. Hér er Belmund að leita að einhverju, er spottaður hann að gæti verið, þau voru að reyna að gera einhverja gildru hérna og það er að vera Bad Habit sem lendir í henni. Er samt alveg að fara að koma sér í burtu bara. Já, er ekki með skaðan þarna en Sir Cologne er mættur á svæðið og ef hann er ekki séður þarna þá ættu þeir að vera í mjög góðri stuði en þeir ákveða að snúa drekan, taka hann bara örugglega hér og það þýðir að Jötun er að byrja með alla dreka og maðkana hér til að
byrja leikinn. Við erum að sjá loft detta hérna í hendur hjá Jötun og við fáum þá að sjá að þetta er að fara að vera Infernal Rift eða kortið hans elds. Já, kortið hans elds, vel sagt. Cookie og Bad Habit að bíða henni í runnanum. Þetta getur verið dýrt handæði með Jötun, botn akrinni. Addi og Fortigamer eru líka mættir á svæðið en Ægjen er bara að komast í burtu hérna Kirkjugarður er líka á leiðin út en Cookie næra að taka niður í endanum. En Ægjen komst bara mjög heppilega í burtu. Ég er virkilega vel spilað hjá Ægjen, notar ultið hana til að hoppa burt og já, Circle Lone heldur bara áfram að samla gullinu í miðjunni á meðan Addi er komin mjög langt eftir á, fekk ekki felluna þarna í botnagrein. Fyrst í turnina bara detta í hendurinn hjá Jötun. Já, þetta kostaði Cool Beans team mjög mikið að fara 4 hana niður til að fá, já, 1 í staðin fyrir turnin mitt. Ekki það sem þú vilt sjá. Nei, maður veit ekki alveg hversu mikið virði það er, en núna er Belmund og Circle Lone að fara að leggja Fortigamer í einelti, taka á honum hænunar og þetta er bara að fara að vera mjög dáinn Fortigamer, hoppar þetta rétt svo í burtu, er það að fara að ná Belmund, leiktra sér í áttina að honum til að taka niður Fortigamer. Virkilega vel spilað hjá þessum tveim og þeir eru ekki búnir. Leikmaður, þú ert í smá vanda hérna, ekkert leiftur í boðið, ert að fara að vera tekið niður hérna af Jötun á endanum og hann fellur niður. Jötun eru með gott tempo og þeir eru alltaf að nýta sér það. Algjörlega komnir út allt og þetta er, já, ástæðan af hverju Pantheon og Talía er svona sterkt. Bæði það, bara þetta kombo stönnið yfir í, já, knockbackið sem að stönnar síðan líka og síðan það að þeir geta hoppað saman yfir allt kortið er stór hættulegt. Þetta er svo sannlega allt annað Jötunlið núna í ár og Cool Bean Team sem var einmitt í þriðja sæti í seinustu deild eru bara í smá vesinni hérna. Já, algjörlega. Náttúrulega allt annað lið sem er að stilla sér upp. Ægjen, náttúrulega talið mjög hátt settur. Og sjáum líka hérna Kirkjugarð ári nöttinni sem getur líka stoppað einmitt rakan töltafið. Og þetta er bara, mér sýnist Jötun bara að vera með svolítið hetjuvalega og hreinu hérna. já, það er mjög erfitt fyrir CPT að komast inn í gegnum Renötu og Talíu. En síðan líka bara þessi Sion er orðin mjög stór, komið með Sunfire, Plated og Bramble en vissulega ekki komið með neitt til að berst á móti þessum galdraskaða í miðjunni. Spurning hvort að Addi geti gert eitthvað á mótunum. Belmund geti verið í vanda hérna, Circle Lone er samt hérna með honum. Er þetta að fara að vera nóg? Allir hjá Jötun er á leiðinni. Þarna er samt einn dáinn Bad Habit. Þeir ætla að halda áfram, þetta er að fara að vera Circle Lone og á hlaupi frá Fortigamer. Nær að lifa af! Addi ætlar að flassa en nær því ekki og það er þrýmbelling. Handunum getur hann breytt í 4, nei Cookie tekur hann niður. En þetta var risastór bardagi hjá einmitt Jötun hérna. Og í topp akrinni er einhver bardagi sem er að fara að lenda í báðir að últa. Patti er hérna að reyna að berjast við hann, leikmaður er að hýla alveg helling. En ég held að gera ekki nóg á móti þessu skrimsli sem er hann Patti. Og hann kemur hann Belmund einmitt, kominn á svæðið, kemur með tölta við Patti, nær honum á lokum. Þetta er byrjað að rúlla, snjóboltinn er orðið mjög stór fyrir Jötun hér. Og já, Cool Beans team núna að leita einhverju tilbaka en Ægjen er komin bak við Bad Habit. Spurning hvort að þetta hefur verið mistök. Smá mistök, Belmund er innan til að bjarga honum og Addi líka. Kirkjugarð er á leiðinni, Ægjen þarf að leikna sér í burtu. Fortigamer núna í smá vanda hérna og er að fara detta niður á endanum. Núna er það næstur á listaðan Addi. Og þetta bara heldur áfram þessi snjóbolti að rúlla og þeir ætla að snúa sér að skellrúnu. Var þetta slæm staðstöngin hjá Ægjen eða var þetta besta beit í heimi? Ég held að það var besta beit í heiminn. Þetta var allt planað, hugsa ég. Já, nota vissulega leiftir til að koma sér út en Jötun fær skellrúnu þarna eftir þetta og já, 14-3 og 7000 gull upp fyrir Jötun.
7000 á 16 mínútum. Þetta er Sérðu munin í miðinni? Það er næstu 4000 gull bara í miðinni. Ég er alveg svo hissa í hana. Það var einmitt held ég. Hann kemur últið inn og það er að fara að vera að ná honum Cookie beinasta leið. Hann keyrir niður. Þetta er Cool Beans team sem er að falla eins og flugur. Addi er á hlaupum nær að koma sér samt rétt svo í burtu. Já, gott últ til að koma sér í burtu, en Baddi kann virkilega að stýra þessum Sion. Ég hefði ekki náð þessari beygju, ég veit ekki með þig, en virkilega vel spilað. Fór til geiminn núna, hlaupum frá einmitt Badda. Aðeins að taka hann í burtu frá einmitt Eldi sem er þá þriðji drekinn handa Jötun sem eru að rulla yfir böninar. Já, þetta er allavega held ég versti leikur þeirra hinga til hjá Cool Beans team. Viski spilaði vissulega mjög flotta leiki en ég er ekki viss um að þetta hafi verið svona fljótt. Núna sjáum hvað þeir geta gert. 2 mínútur í barónin. Þeir eru að nota skellrúni hérna í botnagrein. Einmitt og eru bara að herja hérna niður botthurðin. Núna geti Belmont hoppa hérna beinast til leið á Battabit á meðan deyr hann Addi á móti Circle Lone. Batti getur næstur að lista rétt svo leifta sér í burtu til að halda honum á lífi og núna er restin af liðinu að fara að falla niður. Ægir tekur niður Borgi Game, Batti hleypur niður Battabit og þetta er að fara að vera allir hjá Cool Beans team sem falla niður og þetta er að fara að vera útrýming á baununum og þeir að fara að missa mjög mikið fyrir þetta. Batti meira þess að lifir af hana með Renata í að W-unni rétt svo ná hana Cookie í endan en ég er varla að trúa það sem er að gerast hérna. Ég held að þetta var að fara að vera miklu jafnari leikur en það var en þeir eru bara að spila svo vel. Einmitt Circle Lone er búinn að hafa æðislegan leik. Já, Circle Lone er búinn að stýra þessum leik frá byrjun og Batti líka inn í leikmann. Þetta átti að vera Aatrox Akrein sem að stýrði en Batti vissulega sá fyrir því og já, núna er reynslan á þessum skriðdreka sem að skipti miklu máli. Við erum að sjá hérna gullmun upp á einmitt 12.000 og ég hef ekki séð leik hingað til þar sem liðið sem er niður 12.000 vinnur. Svo það er svolítið bara spurning hvenær Cool Beans team tapar. Jötun þarf virkilega að henda leiknum frá sér. Var ekki T1 að taka svoleiðis leik daginn? Var það? Já, ég held það. Og mótið hana KT Rolster voru en hérna kemur að leikmaður er að fara sprengtur upp. Skaðin er aðeins svo mikill. Og eins og ég segi, þetta er bara spurningin. Því miður er Cool Beans team ekki T1 í kvöld og eru einmitt að detta niður svo flugur hérna. Þeir þurfa virkilega að gera eitthvað kraftarverk til að halda sér í þessum leik. Þá voru reyndar að tala held ég 72.000 á móti 60 skulli eða eitthvað svoleiðis. Við vorum ekki að tala 45.000 á móti 30. Við erum að sjá hérna einmitt hann Cookie, hann svona minnst eftir á. Hann er að fara að vera kannski leikmaðurinn til að halda þeim inn í þessari viðureign. Þeir eru núna að eltast hérna við Circle Lone sem þarf að leita sér í burtu. Já, en Bad Habit er núna ekki með ultið uppi og það gerir eitthvað lítið fyrir það. Og þetta gefur hann Badda með beinsleið inn í liðið þeirra með hjálp frá Circle Lone og er bara sprengtur upp. Já, þetta er vott fyrir Cool Beans team. Jötun að sína að þetta er ekki, vissulega ekki sama liðið og við sáum hér í haust. Borgi Gamer, við erum að sjá svo vel spilanleik hjá Circle Lone. Þeir eru að halda áfram Cookie á hlaupum. Leikmaður últar innan til að komast að þeim nær. Leikmaður er að taka svolítið mikið skaða. Cookie er á hlaup frá þessu skrimsli hérna. Er loksins að fara að falla á móti Badda. Og þetta er bara að fara að vera mjög dautt heimastöð hjá þeim. Baddi er einhvern veginn að halda sér á lífi á móti þremjata á meðan Jötun klára bara leikinn. Hann er enda ekki búinn að detta niður. Loksins dettur hann á meðan. Þá er Nexusið að falla.
Þeir vildi ekki leyfa Badda að fá hann fullkomna leik og já, 4 fellur fyrir Cool Beans team þegar við klárum hennar leik á móti 27. Ég hreinlega bara, ég trúi ekki hvað ég var að horfa á. Þetta var svo léttur leikur fyrir Jötun. Þeir hreinlega rúlluðu yfir Cool Beans team. Bara virkilega vel gert. Mætti halda að ég hafi verið að spila á móti Sir Cologne þarna í miðjunni. Þetta eru leikinni sem ég tók á móti Sir Cologne þegar hann var að spila á Talía. Skipti engu máli hvað ég valdi, það var ekki séns að ég væri að fara að vinna hann. Heppilega fyrir Cool Beans team þá getur hann ekki peka Talíu aftur því að þetta var bara stórfenglegt. Sir Cologne fær allavega mitt MVP fyrir þennan leik alveg, það er ekki að hugsa tvisvar. Það næstu því að hugsa tvisvar. Baddi á þessu Sion og móti Aatrox sérstaklega var stórkostlegur en ég held að Sir Cologne hafi haft svona 90% hit á þessu kombói sínu í þessum leik og algjörlega styrði leiknum áfram síðan í gegnum leikinn og meðan Baddi var náttúrulega þessi stóru skriðdreki en segir kannski ekki jafn mikið til þótt að hann var líka með bestu beygju sem að ég hef séð í skyttuna hjá Cool Beans team. Þeir tveir voru algjörir naglar þarna en jú, vissulega ég gef Sir Cologne þennan leik. Já, en vonandi geta þær haldið þessu áfram inn í leik 2. Cool Beans team þarf virkilega að gera eitthvað, ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Velkomin tilbaka, við erum bráðlega að fara að detta inn í hetjuval fyrir leik númer 2 á milli Jötun og Cool Beans. Hvað getur Cool Beans gert núna smá öðruvísi? Já, allan að byrja að velja betur inn í það sem að þú sérð hinn að velja. Við sáum Aatrox pickið inn í Sion. Við sáum Aurora pickið inn í Taliyah. Það gekk ekki rosa vel. Nei, þetta var eitthvað sem þeir voru einmitt með bara, já, þeir gátu tekið hvað sem inn í Sion og inn í Taliyah og þetta bara var ekki alveg sem við vildum sjá. Þetta var bara, náttúrulega Circle Lone að spila bara ótrúlega vel, en það var líka bara svolítið Aurora inn í Taliyah sem var ekki að virka alveg nóg vel. Nei, þetta var klálega eitthvað sem var kannski pínum bara komfort hjá Adda. Telur kannski, hann segir kannski bara við liði, hei, Aurora er open, gef mér Aurora. Já, þetta var svona eitthvað val sem hann tók alltaf ef þetta var opið og í raun bara vann þegar hann tók þetta. Þetta var ótrúlega góð hetja hjá honum. Var bara, já, tekinn svolítið af þessari Taliyah. Hvort að hann fer í eitthvað kannski aðeins öðruvísi núna, eins og baki den. Þá var hann að spila svona leiðinlegar hetjur, svona Malzahar, Anivia, svona sem þú svona verður leiður þegar þú sérð hinn að taka þetta. Bara, ég þarf að vera á móti Malzahar. Já, ég held að Circle Lone sé samt kannski orðin nóg vanur í að spila inn í eitthvað svoleiðis. Getur pikkað Orianna eða Asir eða eitthvað sem er með nóg langt range. Þannig að það getur tekið skjöldina Malzahar eða getur verið hinum með við vegginn við Anivia og samt barist við hana eða eitthvað slíkt. Já, þetta er eitthvað svona, kannski er Circle Lone bara of góður fyrir svona pirrandi völ, en Anivia getur verið bara gott svona val, bara í höfuð er búin að vera ágætlega sterk. Svo hver veit hvað er að fara að vera þarna fyrir valinu, en eitt fyrir víst og það er núna þarf Jötun að taka eitthvað annað. Já, klálega. Það er náttúrulega hvernig Fearless virkar hjá okkur, en þú veist, ég held að það sé nóg eftir í valinu og við vitum alltaf að Jinx og Belveth er einhvern veginn að fara að vera bannað. Já. Það þýðir að Circle Lone er ennþá með allt sem að hann vill spila í boði fyrir utan bara Taliyah. Vissulega hefur tekið Aurora sjálfur áður, en við sjáum að CPT velur aftur að vera rauðir og velja inn í Jötun. Þannig að það er eins gott að þeir velji betur í þetta skipti. Já, við erum að sjá þetta í miðjunni, það sem er ekki boðið í þessum leik. Við erum að fara að sjá einhverja breytingar. Hvað er að fara að vera tekið hérna fyrst núna, er spurningin?
Sion síðast, ég hef ekki bara segja Orn. bara Orn í fyrsta vali, þá þurfa Cool Beans team að taka eitthvað betra handa leikmanni finnst mér. Eitthvað sem getur svolítið svona lagt Ornin í einelti. Allavega í byrjun leiks, Orn náttúrulega mun bara á endanum vera Orn. Já, það er nefnilega sagan með Badda, hann elskar eitthvað svona sem að, já, ef hann vinnur þá getur hann verið bara algjört skrýmsli og þó hann tapir að fara jafnt þá er hann alltaf að gera eitthvað hann að setna og það er akkurat eitthvað eins og Sion og Orn sem þeir elska. Þeir gætu líka að sé bara skyttuna að koma strax, þeir voru ekki... Já. Þetta er stórt val núna, Sinn er búin að vera frekar sterkur, við sáum þetta vera að spila frekar mikið seinast og líka núna og þessu síðan í LEC hefur Sinn verið tekinn svolítið en hugsun hvað þeir taka til að svara þessu Sinn sá. Já, Sinsá er oftast það sem að Belmont fer yfir í þegar Belveth er bönnuð. Jarvan standard, þetta er náttúrulega allavega í haust, ef það var ekki Wukong, þá var það Jarvan. Svo þetta er bara svona... Já, þetta er bara klassískt þegar Pantheon Wukong er búið, þá er Sinsá Jarvan eftir. Skóarmenninir eru bara að fara fyrir eitthvað klassískt hérna. Já, við sjáum ekki mikla breytingar allavega hjá þeim. Þeir velja halda sér klassískum. En við erum að sjá Jhin hérna. Eitthvað sem Cookie er alveg þekktur fyrir, myndi ég segja. Hefur spilað þetta áður. Mjög sterkt líka með Jarvan. Þegar Jarvan hoppar inn að vera með þetta follow-up af Jhin, W, ult, hvað sem er. Hann er með mjög gott reyns til að fylgja Jarvan eftir þó að Jarvan hoppi lengst inn. Samira Svala. Það er alveg djart hérna. Hvað eru að fara að sjá með því? Rell líklegast. Ég myndi allan að halda annarkvort Rell eða Alistar til að ná að koma þessum Jarvan af. Pæling, hvað þeir taka hérna? Það er að fara að vera bara Orn, svo þeir banna hann ekki af honum. Já. Hann virka líka. Já, það er Orn. Ég bjóst alveg við þessu. Þetta er Buddy Comfort og þeir vita að það er ekki það mikið að counterpicks inn í hérna. Braum er eins og mjög gott pick inn í Samira. Eitthvað sem þeir tóku af þeim seinast hérna jötun var að banna Braum einmitt seinni part af bönnunum. Svo þeir vildu bara taka hann hérna og ekki lenda inn í vesinni. Eina er, þó að Braum sé gott inn í vissulega bæði Orn og Samira, getur blokkað Orn ultið og getur stoppað Samira með stönninu sínu, að Jhin er ekkert mjög snöggur að prokka þetta. Nei, einmitt. Það er svolítið erfitt. Hann þarf að nota allt bara í raun til að ná passivni hjá Braum. Erum að sjá Gwen og svo Syndra hérna. Já, Syndra eitt af Circle Lone Specials, myndi ég að segja. Leona tekin út með, já, vil ég ekki sjá það með Samiru sem er reyndar annan mjög gott pick. Ég tel Alistar vera fínt ennþá hérna fyrir jötun. Gæti alveg verið frekar sterkur hérna. Þeir ætla að taka gameplank af leikmanni hérna. Er væntanlega mjög góður inn í Orn. Fær bara svolítið að skeila inn í seinni part leiksins. Er að fara að vera Lilja? Ég trúi því ekki. Þetta hlýtur að vera þá Lilja topp hjá honum leikmanni sem ég talaði með hann og ég var ekki alveg viss að hann væri að fara að taka það. En það er mjög gott inn í einmitt Orn. Já, það er hundlegilegt fyrir Orn að spila þessa aggrein þegar Lilja er bara að hlaupa hringi í kringum hann. Orn er mjög hægur við að gera allt. Þannig að á meðan Lilja hleypur hringi þá er Orn ekkert að fara að hitta miklu. Nico support hérna kannski. Já, þetta er pick sem að Kirkjugarður var að prófa nýlega í solo queue. Eitthvað sem ég var ekki alveg að búast við hér í kvöld. Þetta er eitt af þeim sem ég talaði hér áður við fórum yfir í fyrsta leikinn. Að væri svona, hei, Kirkjugarður byrjar að prófa þetta í solo queue og spurning hvort við sjáum þetta einhvern tíðan seinna, en hann er bara kominn í þann gír að fara strax yfir í þetta. Nico er náttúrulega búinn að vera mjög sterkur aðstofamæður á bara frá The World var í haust. Var mjög vinsæll, er náttúrulega með ótrúlega langt rút á einu sinu. En við erum að sjá Oriannu fyrir Circle Lone. Já, Orianna sinn
þetta er bara klassíst. Þeir elska að spila eitthvað svona, það sem að þeir tveir geta bara sett upp eitthvað bardaga eða eitthvað play saman og Circulone og Belmont, já, mjög góði vinir, þannig að þeir halda því bara áfram. Þetta hefur verið eitthvað að klika eins og setjana, ég veit það ekki. Mér líður samt eins og, sko, Samira, Nico, Orn, þetta er allt fyrir eitthvað slæmt inn í Braum. Þetta Braum-pick er algjörlega að bjarga Cool Beans tím, finnst mér. Og við erum að sjá seinasta valið, það er Miðjan Hwei. Já, þetta er nú fínasta valið hérna hjá honum. Já, þetta er erfitt fyrir Orianna allan að komast á Hwei og þarf að passa sér fyrir eitthvað mikið í akrinni sjálfri. Þegar kemur að seinni spilun þá getur Orianna, finnst mér, að spila meira í kringum liðið sitt. Alveg. Við erum alltaf að sjá svona Addi er á einhverju sem er aðeins meira svona safe. Þetta er, Já, þetta er svona, þú ert vonandi ekki verið að deyja nokkuð sinnum. Nei, reyndar talja getur alveg verið frekar leiðileg inn í Hwei af því að hann er ekki með einn dashes eða slíkt. Þannig að það hefði verið pínu sama saga. Circulone hefði verið náð að grípa hann bara aftur og aftur. Orianna hefur ekkert svoleiðis nema ulti sitt og það er eins lengra cooldown heldur en EW combo hjá Talja. Já. Svo þetta er samt allt annar leikur held ég allavega í byrjun. Við erum að sjá frekar skemmtilegt hetjuval hjá Cool Beans tím. Eru með svör núna. Liljan inn í Orn, ég fíla. Núna er bara pæling hvort að leikmaður nær að taka yfir toppakræninni. Já, hann þarf að gera einhver góða hluti af því að Lilja vissulega skeilar ágætlega inn í seinni part leiksins. En að skeila ágætlega er ekkert með við hvað Orn skeila vel inn í seinni part leiksins. Ég held líka svona fyrstu level svona alveg til að byrja með þá er Orianna að fara að vera hundleðileg við hennar Hwei. Orianna er algjör lanebully ef þú kannt að spila það rétt og Hwei er með mjög löng cooldowns. Hann er strax svo, sérstaklega kúið eða er farið af Hwei þá getur Circulone stíið fyrir eitthvað hátt upp. Ég held að skóarmenninni sé að fara að breyta fyrir eitthvað miklu hérna. Ég held að það er það sem maður fara að segja pínu til þetta. Ég held að þetta sé ekki bara solo laners eins og við sáum í fyrsta leiknum. Þannig að gæti verið allt annan leikur. Ég held að við erum að ég er að hugsa, hann verður að nýta sér þetta sinnpick svolítið. Hann er væntanlega að fara að vinna Jarvaninn í þessu 1v1 í byrjun leiks svolítið vel. Það er svolítið bara að kannski að leggja greið Forge Gamer í einhaldi hann í byrjun. Eitthvað sem hann ætti að reyna kannski. Já, algjörlega. Ég held að hann eigi bara að spegla hreyfingarnar meira sem að mæta kannski bara level 3 í miðjuna. Byrja bara á því að reyna að taka hann Hwei strax út úr leiknum. Leyfa þessari Orianna að verða bara hundleðilega aftur. Circulone verða bara ógeðslega sterkur. Ég hef pínu áhyggjur af þessari botna akrein hjá Jötun. Ég held að Jin Braum sé mjög gott svar inn í Samira Nico. Já, einmitt. Þetta er erfitt fyrir þá að gera sem þið vilja gera. Samira vill náttúrulega bara komast inn og bara sprengja upp en svolítið erfitt inn í einmitt Braum og Jin. Já, ég trú ekki að kalla hann Braum. Þetta er svo mikil íslenska í þér alltaf. En Braum er vissulega mjög sterkur. Það sem hann blokkar líka Nico rútið. Stoppar það algjörlega. Hættar hann gegn og stoppar bara á honum, já. Já, þannig að það er á meðan Bad Habit á góðan leik á þessum Braum, þá gæti hann verið að fara að vinna leikinn fyrir liðið sitt. Ef ég ætla að horfa svona á seinustu leiki sem ég horfði á Bad Habit á Braum, þá er hann mjög góður á þessari hetju og við erum vonandi að fara að sjá hann spilar hann núna. Þetta var svolítið erfitt einmitt í seinasta leik þar sem hann var rakan og gat ekki gert neitt, var með hugmyndir en hvernig liðið hans var, þú veist, hjá Jötun og gat hann ekki gert mikið. Nei, algjörlega, botnakreinin var eiginlega bara nulluð út í síðasta leik, fengu ekki að gera mikið. Þessi Rakan fekk náttúrulega enga sensa inn í Talía, Renata.
Ég veit ekki, sko, þeir vissulega pikkuðu það sem svona síðasta counterpickið í síðasta leik, taka Hwei hérna í þetta skipti. Rakan var kannski ekki máli, þó þú sért með Sæja, þú ert að pikka þetta inn í Renata og Talíu, þú vilt kannski fá eitthvað bara öruggara með Sæju, en já, vissulega í lane þá spiluðu þeir þetta mjög vel, en einhvern veginn náðu aldrei að komast fram úr og Jötum hins vegar gerði það mjög hratt og örugglega í þessu solo-legin saman. En sjáum vonandi allt annað leik hér þegar við fáum loksins að hoppa inn í leikinn okkar. Patti gegn leikmann er eitthvað sem mér langar allan að fylgjast vel með af því að Patti var að hlaupa hringi í kringum leikmann áðan sem Sion á móti Aatrox og leiði þessum Aatrox ekki að hitta mörgu kúum. Nú er spurning hvort að leikmaður gerir hið sama móti Batta, leifir Batta ekki að hitta mörgum svona QE-kombóum. Það væri allavega mjög gott. Við erum að sjá, fyrir eitthvað svona standard. Við erum með reyndar svolítið svona skemmtilegt Ghost í miðjunni á Sir Cologne. Þetta er eitthvað sem ég ekki sé mjög oft á einmitt Orionnu. Vanlega er maður að sjá fjarflutningin í staðin fyrir drauginn. En hann hlýtur að hafa einhverja, betri þekkingu á þessu en ég. Ég held þetta sé aðalega til að vera með bara almennt betri hreyfingar, bæði náttúrulega í kringum eins og Lilja og líka bara að komast framhjá þegar hann vill komast alla leiðina á Hwei, að lenda ekki í þessu svona crowd control sem að Hwei býður upp á. Já, við erum allan að sjá þá meiri fjarflutning í boði fyrir Cool Beans team, eitthvað sem Jötun þarf að hafa augun á setna meir. Sir Cologne að taka svolítið mikið skada en það nær samt að ná að koma sér burti frá þessu 2-5 hjá honum Adda. Já, Addi er búinn að núna losna við 2 Q2-5 hjá Sir Cologne og koma sér bara í býsna góða stöðu ef hann nær einu kombói með 2 abilities hér, ákveður að taka. Þetta er aðeins betri leikur hérna hjá Adda en í byrjun. Þetta var svolítið erfitt að horfa á hérna fyrstu mínútunar, en núna er hann bara að standa sér ágætlega. Já, hér er, sko, ef að Kirkjugarður nær góðu rútu á Cookie, þá ætti þetta að vera mjög sterkt. Já, eins og... Þannig kemur rútið, það fara að vera eitthvað? Neip. Bara fram og tilbaka, Ægin var ekki alveg tilbúin að hoppa hana inn, en spurning hvort að ég sé að fá level 3 á næstunni. Þarna kemur það. Ég held að fara að vera nóg til að taka niður. Þannig kemur klóninn, nær ekki að koma í veg fyrir Battle Q-ið. Þannig er leikmaður núna berst hérna við Batta er alveg mjög lár. Konkur er komið í boð hérna handanum, en þetta geti verið mjög dáin leikmaður. Það er að nota leiftir í fyrsta blóð Batti. Enn og aftur þá er tekið eitthvað inn í hann og það bara skiptir ekki máli. Fyrsta ball. Batti er bara að sína hver er betri toppspilarinn hér, leikmaður. Já, á ekki mikinn séns. Sir Cologne þarf að komast inn frá bæði Adda og Forgy Gamer og hérna akkurat leiftrið sem að kemur honum frá. Já, draugurinn. Nei, draugurinn. Draugurinn kemur honum frá. Belmund hún að leita hérna að einhverju kannski hjá Forgy Gamer, en það verður ekki mikið úr þessu. Komin í miðjun aftur. Eitthvað ætla að hjálpa. Já, þarf bara að passa upp á að Sir Cologne geti pushað þessu inn þannig að hann geti komist aftur heim. Sjá hvern annan hérna, en Belmund á að vera í betri stöðu, bæði með Red Buffið á móti Blueinu og Sinsa á móti Jarvan snemma. Ekki mikið sem þú getur gert í þeirri stöðu. Leikmaður samt er að koma inn yfir. Forgy Gamer er násamt ekki að gera mjög mikið. Notar hann leiftri samt til að koma sér í burtu. Það ætlaði ekki að falla þarna. En býti núna bara tapir kannski í mótri stöðu. Ægin er að leita á honum. Tekið niður hættulega lágt. Lítur vel út fyrir Ægin og Kirkjugarð að ná smá stjórn hérna í botnakri, en þetta var eitthvað sem ég á hrættur en þeir eru klálega að spila þetta mjög vel til að komast í góða stöðu. Og kíkjum aftur topp þar sem að Batti er að leika sem er leikmann aftur. Leikmann er hérna með einhverja minions til að gera einhvern auka skada, en næra taka alveg slatta af honum. Þetta er náttúrulega með skósveina á að móti sér hérna, en leikmann er svolítið að falla úr
mana hérna. Baddi er líka að byggja hann sér nýtt vopn. Fæ sér einn kristall til að halda sér í þessari akrein og meðan þarf leikmaður að fara aftur heim. Erfitt hérna handa honum leikmanni hérna. Þetta verður alveg mjög sterkur Baddi hérna. Ég var nær að koma svolítið af vopnum og brynjum á sig hérna. Já, líklegast að vera brynjur hérna. Og verður þetta erfiðara fyrir leikmann að taka niður setna mér? Ég sé ekki, það er aðalega leikmaður sem að þarf að díla við hennan orn setna, þar sem að þú ert ekki að fara að setja Jhin í þá stöðu að þurfa að díla við það. Alls ekki, en núna er Bergur mættur hérna. Er að fara að vera jötunaftur sem reynir að ná fyrsta dreganum. Við sjáum til, það er allavega Belmund á leiðinni heim, svo verður ekkert úr því strax. Nei, sjáum sem að 4G Gamer er að koma hérna niður. Spurning hvort hann fer fyrst á úlfana. Það láti vita að Addi er að stíga niður líka og já, tengur bara þetta control ward hjá drekanum og lappar aftur heim í miðuna. Gæti verið einhver drekabardagi á leiðinni en við þurfum bara að sjá til. Leikmaður núna er komið með aðeins meiri skaða. Lilja gerir ekki mjög mikið svona fyrstu 3 levels eins og við sáum. Orn náði bara að taka niður þessa Lilju. Og það er 4G Gamer núna að taka drekan. Belmund sér þetta. Já, Circulone er ekki með mikið mana til að berjast hérna með þeim. Þannig að þetta er mjög vond staða fyrir Belmund til að reyna að komast inn að hann hoppar yfir á Adda. 4G Gamer núna er í smá vanda. Últi frá Adda, hann kemur últið. Frá Circulone gerir einhvern skada en ekkert mana í boði. Ægir núna að vera skotinn af Bergi hérna. Og Kierkegaard og Ægir þurfa bara að hlaupa í burtu frá liðinu hjá Cool Beans team. Kierkegaard var hittur á kúnu, þar að leita sér í burtu. Annað kemur EQ frá 4G Gamer. Kierkegaard komið með brámpassi við, það er bara 2 meiri átóiðna. En þetta er risa úlk hjá Ægir. Hann tekur niður 2 hjá Cool Beans team. Tvífelling Cookie næstur á lista. Ægir hoppar inn. Þrífelling Addi ætlar að reyna að ná einhvern tilbaka. Eða er þetta að fara að vera 4 sem þetta niður hjá Cool Beans team. Ægir að sína sig. Ægir, já, sást ekki snemma í síðasta leik en já, tekur þá alla niður og núna Baddi að leita leikmanni aftur nær að hitta Ég var ekki últinu. búist við þessu að hitta, það er ekkert leiftur í bóði þessan leikmaður. Þarna er hann rétt svo tekinn ekki niður. Passivið rétt svo fór af. Baddi náði ekki að klára Ottoið áður en að passivið datt af leikmanni hann rétt svo sleppur og Baddi er að sína bestu takta enn og aftur í þessari topp akrein. Ég vil aðeins líta hérna á að Ægir er komin með Bloodthirster bara hérna í byrjun leik strax eftir þetta. Þetta er að fara að vera erfitt fyrir Cookie og Bad Habit. Já, þetta er orðið ótrúlega vont en vissulega Bad Habit er alltaf með þetta stönn og er vissulega að fara að fá ulti sitt upp eftir smá. Hér er Kirkjugarður í vandræðum en er með ulti uppi. Og hann kemur svona ulti frá einmitt 4G Gamer. Þetta hlýtur að vera mjög dáinn Kirkjugarður beint í Kirkjugarði með þig og það er shutdown í boði handa. Var það Cookie? Já, hann var held ég Cookie sem að tók þetta. Það ekki. Hlýtur að vera. Er alveg með kill og fína skó. En við erum að fara að reyna kannski. Belmund var mættur á svæðið. Gerði sem þetta ekkert auðvitað. Nei, þeir eru að fara að snúa sér að drekanni núna. Belmund vissulega hitti drekan þannig að hann fór út, sýndi sig. Þannig að 4G Gamer ætti að vita að Belmund er hana nálægt en þeir ákveða að fara bara frá þessu. Kirkjugarður vissulega ekki með ult til að gera neitt í þessu og fara bara yfir á maðkana í staðinn. Þeir eru að taka þessu trade bara hérna og já, þeir ná að lokum drekanum sem var í raun bara í boði handaðum áðan en Ægir tók þá alla niður og þeir náðu ekki að taka Berg. Nei, algjörlega, en þetta er fyrsti drekinn sem við erum að sjá og bara fyrsta neutral objective sem við erum að sjá Cool Beans team ná í þessari viðureign. Mjög mikilvægt fyrir þá að koma sér inn í það. Belmund algjörlega búinn að stýra skóginum þökk sé, já, sínum solo laners í síðasta leik. En
Já, bardaginn áðan fór ekki alveg nógu vel. Hefðu þurft að vera með Ægin aðeins fyrr inn í honum. Ægin klárlega sterkasti leikmaðurinn hjá Jötun eins og 3 kills í boði og heilt vopn til að sýna sig. Við erum að sjá svolítið mikið af galdra Brynju hérna í boðinu hjá Badda. Leikmaður hlýtur að byrja að vera að gera svolítið lítinn skada við hann Badda eins og Já, ætti samt að koma tilbaka, hann ætti að vera að fara Leandris hérna fyrst. Myndi ég halda allavega til að reyna að gera einhvern skada við bæði þá, já, Badda og Belmund. Kirkjugarður að leika sér hérna sem skósveit, nær að koma E og Q í gegn, en Bad Habit grípur það með skildunum sínum, eða svo kallaðri hurð. Já, flottasta hurð. Og já, þetta orðinn svolítið hægur leikur eftir Ægin gerði sem hann gerði og þetta þetta rólegra heldur en fyrsti leikurinn. Algjörlega, Circle Lone líka ekki búin að algjörlega taka yfir miðju akrinna eins og áðan. Erum við að sjá risa mun í farminum hérna. Circle Lone 20 yfir. Já, sem að skiptir gríðarlega miklu máli. Þetta ótrúlegt gull þegar maður spáir í það. Sjáum það hérna 500 gull og þeir eru hvort, engin komið með fellu. Vissulega Addi búinn að fá aðstoð við eina, aðstoð eina segi. Hvort sem kemur mættur hérna, þetta getur verið erfitt. Ægin orðinn mjög stór. Sjá hann samt með einmitt skinjarum að það. Þannig var Ægin líka að klukka inn questið, þannig að hann getur farið tilbaka, ætti að vera með gríðarlega mikið gull á sér til að geta keypt meira. Klára þetta, ætti að bakka hér til já, þannig kemur það. Sjáum líka, þessi Orn komið með fullt vopn. Lilja leikmaður ekki vissulega komið með sitt vopn. Addi þarf að passa þig, Belmund mættur. Þarna kemur leiftrið, Addi þarf að henda því út líka. Næst þarna kom sér í burtu. Heppilega. Bara vel spilað hjá Adda, gerði það sem hann þurfti. Leiftur snemma áður en að Circle Lone gat komist ofan að hann. Circle Lone notar drauginn fyrir ekki neitt. Og ég tel þetta að vera sigur fyrir Adda þrátt fyrir að hafa þurft að nota leiftrið þar sem að Belmund ekki með neitt leiftur. Mjög rólegt hérna núna. Hann á drekanum? Ekkert en drekinn ennþá. Nei, drekinn, já, langt í drekan, það Við erum að sjá Keiranek rúkkerinn hérna hjá Badda sem núna með hennan galdra skjöld. Tekur svolítið mikið skada hérna á einmitt á, en Forge Gamer mættur á svæði. Hann kemur úti frá Badda, nær ekki að hitta neitt með því. Baddi þarf að blasta í burtu, leiftar sér að þeim. Það núna fastur þetta inni með þeim báðum. Orðið satt svo stór og Forge Gamer nær ekki að klára hann hérna. Nei, þetta var vont að hafa ekki náð að klára Badda hérna, en vissulega Keiranek rúkkerinn að hjálpa honum mjög mikið með það. Baddi satt hoppar þetta inn og þetta var dýrt, en þeir ná Kirkjugarði hérna. Bad Habit enn á lífi. Belmund núna að fara að reyna að ná Badda, stönnaður, rótaður niður og þetta Addi kominn, að fara að reyna að bjarga Bad Habit, næði rétt svo ekki og það Belmund sem tekur niður Bad Habit, en Addi nær að svara. Þetta var samt algjörlega þess virði fyrir CPT hér. Addi vissulega notar fjárflutninginn, en ekkert meira held ég nota þannig. Kirkjugarður þurfti bæði að nota leiftrið og últið. Belmund. Cookie, þú vilt ekki vera einn á móti Ægin í þessari akrein eins og Ég hérna með draugasverðið, en það bara að fara að ná að láta hann komast í burtu frá Ægin. Já, ég held að þessi bardagi sé aldrei eitthvað sem þú vilt taka sem Cookie. Ekki einn á móti einum allavega. Ekki nema þú sért með mjög mikið reyns og farð að reyna að taka sénsinn á últinu þínu. Kirkjugarður kannski í smá glandri hérna. Verið að taka hann niður hægt og róla. Forge Gamer mættur. Þetta gæti verið dýrt handa þeim. Kirkjugarður svolítið lágur. En þeir komast í burtu. Lappa bara röskuður. En Addi, býttu, Belmund kominn á hann, næri þetta komast rétt svo í burtu. Belmund að vera sprengtur. Forge Gamer reyna að gera það eitthvað, Ægin og Kirkjugarður mættir. Belmund, skot, en Cookie að taka niður. Kirkjugarður næstur á lista, en það að fara að vera risa út á Bad Habit. Þú nota Cleanse til að klára Bad Habit. Ægin
náði drápið hérna. Já, Ægin allan að fá eitthvað tilbaka en þetta lítur samt vel út fyrir Coolbeans team. Það er Cookie sem að fekk fyrstu fellina á Belmont. Skrítið fannst mér að engin var að venda hann. Circle Lone eða bara einhver hefði mátt stíga fyrir. En kannski smá, já, miscommunication hjá þeim. Þetta er erfitt, einmitt það. Við erum að sjá hérna í topp-akreininni leikmaður, hann er ekki mann að degja eftir. Bara svolítið að reyna að ná smá farmmun. Forty Gamer reyndi hérna að hræða Circle Lone en hann bara hendi boltanum sínum í Forty Gamer. Já, Circle Lone er vissulega komið með Ludens og þessa fínu skó sína. Þannig að hann ætti að vera bara í frekar góðri stöðu til að halda hérna áfram. Addi er komið með sinn staf. Þannig að Leikmaður hendir út og býtur nú við, þetta var náð Cookie. Það er bara, ég er ekki með leiktur í boði. Næsand bara að lappa í burtu. Ægir notar últið en nær ekki að taka niður Cookie. spurning hvort að ef hann hefði bara sleppt í að últa og lappað eftir honum, hvort hann hefði náð þessu auka auto-attacki, en kannski var líka bara kirkjuballi. Lone sprengir Adda. Forty Gamer nær að taka niður skelluruna með hann, en þetta var dýrt hjá Adda. Svolítið mikið skaði í boði hjá Circle Lone. Já, þetta er það sem að Orianna gerir best. En við erum að sjá aftur skiptingu á þessum objectives. Það er Jötun sem að fær drekan hetaskiptið og Coolbeans team fær skellrarúnu. Þannig að já, bara allt voða jaft ennþá þó að Jötun er vissulega með 3 skuldmun sem að liggur aðalega held ég í miðju og botn akrinni. Einmitt þar og býttu, Baddi, þú gæti verið í smá vanda, hann kemur útlið í gegn hjá leikmanni og hann kemur annað frá Forty Gamer. Hann þess að notar orðið ESI til að reyna að opna hérna, en það gæti verið Belmont sem ætlar að hoppa Forty Gamer. Þetta er að pekja niður, leikmaður er stoppaður í loftinu af últinu. Þetta hlýtur að vera dáinn leikmaður, tvífelling fyrir Belmont. Við erum að tala um það að Belmont var að taka blue buffið sitt og með þess að held ég mögulega úlfana sína og lappar síðan bara yfir á meðan þeir eru 2 að reyna að taka niður og það ná honum ekki á meðan. Þetta var erfitt hérna. Nú er Kirkjugarður komið nær öllum upp í loftið. Þetta er risa úr frá botnakrinni. 2 þetta niður, Addi næstur á lista og þetta er komið í hendurnar hjá Jötun. Þetta er akkurat spilamennskan sem þau þurftu að gera með þessu liði. Kirkjugarður spilaði þetta hrikalega vel. Ægin, lenti ekki í neinu, náði að stíga frá öllu sem að þeir áttu í boði. Og núna taka þær turnin í miðinni og smá meira Circle Lone í róliheitum að fá sér smá gull í botnagrein. Jötun heldur bara áfram að sigla inn meira gulli. Og leikurinn var svolítið jafn og var meira sér kannski svona, það var aðalega hjá Ægin sem var svona svolítið stór, en hann er orðinn svo sterkur núna, 10.000 gull hjá honum á móti 7.400. Já, við sjáum það að það er allstaðar núna þar sem að Jötun er með gullmun og já, Orn, Samira, þetta er mjög sterkt kombo hérna seinni part leiks líka. Reyna að gera eitthvað hérna, reyna að ná Ægin og Kirkjugarður, reyna að fá smá gull hérna tilbaka. Kirkjugarður er náður aftur, lítur að falla niður á endanum. Cookie aðeins að reyna að koma einhverjum pening í vasa sinn. En á meðan erum við að sjá bardagina í toppakrinni, hann kemur risa töldaf. Er það bara að vera nóg? Leikmaður er bara ekki með skadan á meðan, fellur hann Addi á móti Circle Lone alveg eitt. Og þetta er núna skellrún að herja á miðju turnin hérna. Já, ætti samt ekki að ná að fella hann alveg akkurat. Skellrún gerir mun minni skaða heldur en hún gerði í síðasta season. Greið fær ekki að eiginlega ekki að vera jafn sterk og það var. Skellrún gerði mjög mikið akkurat allt síðasta tímabil. Leikmaður er að taka svo fíks. Þetta er erfitt að horfa á hérna. Þetta er bara ekki að ganga nógu vel. Orn er kominn með svo mikinn galdra vörn hérna á móti Liljunni. Já, þetta er orðið hundleðilegt fyrir Lilja og sérstaklega hann er líka komið með Bramblevest. Það sem að Lilja getur nú fengið smá heals líka. En
Já, þetta Liandris ekki að fara að gera mikið á móti upgraded Chaotic Rúkel. Ekki eins og og þetta orðið erfið staða fyrir Cool Beans team. Ekki jafn vont og senasti leikur, en það fer að nálgast því. 8.000 gullmunur. Þeir voru konir í 10 gullmun á þessum tíma í síðasta leik, þannig að það er kannski ekki mikill munur hann á milli leikja, en það þarf allavega að gerast eitthvað rosa mikið fyrir Jötun til að tapa þessum leik eftir þetta. Já, mikið rétt og ekki jafn svona sigurgjarnir í dregunum. Cool Beans team náði fyrsta dregunum, en næst kemur eldur eftir 40 sekundur. Já, við erum að fá annan eld hér til að taka yfir kortið og landið. Það er nú bara spurningin, hvað getur Cool Beans team gert hérna? Þeir þurfa að reyna að ná smá pening tilbaka, reyna að taka niður ægin, en þeir eru bara svo sterkir. Já, við sjáum það, eini sem með 2 vopn hjá Cool Beans team er Cookie, á meðan Belmont, Circlone, ægin, allir með 2, með þess að kirkjugarður, vissulega með þetta support plus rocketbeltið, en Bad Habit í svipaðri stöðu. Ef við horfum á liðið hjá Cool Beans team, þá nýji leikmaður þeirra Cookie er að standa sér best, alveg klárlega. Og þetta er bara, restin af liðinu er svolítið að hrynja í kringum hann, óheppilega. Já, það botnagrinnin stóð sér mjög vel í síðasta leik hjá Cool Beans team og stendur sér ágætlega núna. Þetta var náttúrulega bara mjög leiðilegt það sem þið lentu í og móti ægin hann að snemma í leiknum. Þannig að núna ægin vissulega næstu komin í 3 vopn á þessari Samíru. Masterwork upgradeið á Bloodthirsternum. Það bara auka skaði. Já, bara einmitt hérna. Og það bara að vera svolítið erfitt fyrir Cool Beans team að lifa af ægin þegar hann kemst inn í liðið þeirra. Já, þeir þurfa að spila þetta mjög vel. Þeir eru með mikið crowd control til að reyna að díla við hann og það kannski ástæðan af hverju Jötun ekki búin að vera að taka marga bardaði hérna. Kirkjugarður. Kirkjugarður leiftar sér inn, næst ekki miklu. Þar svolítið núna hlaupi burtu. Þar að nota Seekers armgarði sitt. Og þarna kemur Batti með út og þarna þeir komnir á Bad Habit. Það er samt ekki manneskja sem þau vildi ná einhverjum öðru. Bad Habit líka að reyna að koma sér í burtu og nær því. Cool Beans teams hafa mjög góða bardaginn á ná meiri segja Belmont. ægin últar þessa skósveina og þetta var Cool Beans team sem náðu einhvern veginn að vinna bardagann hérna. Þetta bara það sem ég var að tala um, þeir geta slögt mjög hratt á flestum hérna í Jötun. Braum skjöldurinn tók út Orn últið, Circlone últaði einungis þennan Braum og meira til, þannig að já, þeir þurfa vissulega að komast á einhvern annan. Kirkjugarður líka komst ekki inn á neitt, þannig að pínu svona forst sem að virkaði ekki. Það var ekki Sion últið sem við sáum í síðasta leik, þannig að einmitt og Cool Beans team, þeir þurfa bara að bíða í raun. Eins og við vorum að tala með byrjun leiks, þá hetjuvalið þeirra mjög gott svar inn í Jötun, en Jötun bara kom svolítið á undan og þurfa þeir aðeins að jafna gulli. Já, bara fleiri svona, koma sér aðeins inn í þetta, fá eina felli á móti yngri, spila þetta bara rólega hér í gegn, ekki leyfa Jötun að búa til neitt úr engu. En hér sjáum við reynda að Batti vissulega komið með últið sitt og að koma á bakvið Adda. Hann gæti verið í algjörum vandræðum en Addi notar últið á Batta. Þetta ekki maður eins og þú vilt nota últið þetta á. En það kemur últ frá einmitt Batta og tekur hann bara niður. Já, þetta var ekki mjög flókið. Circlone kom bara að klára þetta og með allan skaðan fyrir Batta. Núna eru þeir að leita í skóginum. Bad Habit ekki á réttum stað.
Belmund að taka hérna bláa buffið af Forgy Gamer sem bara að horfa á þetta. Erfitt fyrir hann komast og reyna að stela þessu. Hann bara með besta sæti í bænum til að horfa á blue buffið sitt fara. Núna fleiri turnar að falla, Kirkjugarður, já, vissulega missir fleiri af þessum snerum hjá sér en Við þurfum að skiptir sjá ekki öllu máli. flott úr frá einmitt á Circle Lone. Náðu því ekki, þetta reyna að ná leikmanni þarna sem varð ekkert úr. Þetta gæti verið, já, erum við smá tíma núna þar sem að vantar Orn últið og Orianna últið. Kirkjugarður samt komin hérna minion. Þau Þau vita ekki af þessu. Er það ekki hugmynd og Addi dettur niður eins og fluga. Batabill lítur á næstur og þetta var svo vel notaður minion hjá Kirkjugarði. Leikmaður að reyna að hlaupa nærði því. Þetta eru tveir sem detta niður hérna hjá þeim. Últið kemur hjá honum Cookie. En Batti bara að taka meirihlutan af skotunum. Stígum þess bara upp til að sína honum hver maðurinn. Getur kostað hann eitthvað. Ég vissi Já, hann alveg orðið nógu sterkur, Unending Despair plus Bramble West, no armor til að koma sér frá þessum Jhin sem hann getur ekki verið að skjóta endalaust. Við erum að sjá svo bara Baronin vera tekin hérna næst. Þetta lítur að vera fyrir eitthvað létt fyrir Jötun. Gæti meiri sér að reynt að enda með þessu með einum góðum bardaga. Já, hérna stígur Forgy Gamer upp í vandræði. Búið næra bjargunum. Batabill, eitthvað að reyna að stoppa að bakki hérna kannski. Cookie er með. Þetta eru núna bara Kirkjugarð og Batti hérna. Og Addi er komin hérna fyrir aftan á. Batti þarf að leifta sér í burtu. Kirkjugarð er að reyna að hlaupa. Leikmaður nær einu til að slóa hann. Þeir þurftu ekki að deyja þarna. Nei, þetta var algjör óþarri, stígu of langt. Held að þeir gætu náð Forgy Gamer hana. Liðið hins vegar var ekki á sömu blaðsíðu og núna spurning hvort að CBT getur tekið drekaninn í leiðinni. En vissulega Circle Lone, Ian, Belmund, allir til staðar og Batti hoppa bara inn í það alla. Bjaraflautingurinn kemur í gegn, er með últi í boði, getur notað það til að reyna að vinna hennar bardaga. Forgy Gamer núna berst í Belmund, ætlar að hoppa yfir vegginn. Belmund núna er að taka svolítið mikið skafa í gegnum últið. Þarna kemur Batti til að reyna að taka eitthvað af þessum skillshot. Það kemur Orianna últið til að klára þá. Ian, þrífelling, er hann að leita þeirri fjórðu. Addi er að fara að detta niður, þetta kemur það quadrakill. Og þeir hljóta að fara bara að vinna þennan leik bráðum í gegnum þetta. 20 sekundur í næsta mann. Bara Forgy Gamer uppi. Maður er að fá hérna callbacks bara yfir í G2 Fnatic í gær. Orianna boltinn á stórhættulegum stað og þeir lappa inn í hann til að lenda í rosa shockwave sem að skilur á það eftir. Já, þeir virðast vera að reyna að kannski enda hérna. Ætla að reyna bara, þeir eru nógu sterkir, þeir gæti kannski náðu þessu. Ian er 12-0 í þessum leik. Kirkjugarður er hérna alveg aftast fer inn. Arista kemur aftur með flott Nicoet til að einmitt klára leikinn þetta handa þeim. Cool Beans team voru bara einfaldlega rústaðir í þessar serju. Gæti það verið 5-felling í boði. Addi ætlar ekki að bjóða það upp á sig. En hann kemur einmitt Batti. Þeir hljóta að ná því. Belmund ofar á hann. Ætlar að ná hendunum upp í loftið. Ian nær fyrstu 5-fellingunni á vorinu. Þetta er falleg leið til að enda þessa seríu. Æðislega vel gert hjá Jötun. Já, ég var skítræddur eins og botn Akrein, Nico, Samira inn í Brom. Já, það skipti síðan ekki miklu máli þar sem að Ian fær hana 3 fellur til að byrja með eftir mistök hjá Cool Beans team. Þetta leit svo vel út, þeir voru splittuð fætinu vel, komust, náðu pikki, ætluðu að fara yfir að drekan. Kirkjugarður leit vel út, var bara átt að vera létt bráð. En já, Kirkjugarður og Ian voru vissulega tilbúinir þar sem að Ian var með ult og flestir hjá CBT voru það vissulega ekki. Alls ekki, þetta var algjörlega, ég verð að segja að Cool Beans team hafði betri leik heldur en seinni, eða fyrsti. En þetta var bara svo vel spilað hjá öllum hjá Jötun.
við vorum að sjá bara klikkaðan leik hjá Ægjen og einmitt Kirkjugarði sem var með svo falleg últ til að einmitt ná að vinna þessa stóru bardaga og allt liðið hjá Jötun stóð sér æðislega. Algjörlega, Kirkjugarður, misti fullt af EM í gegnum leikinn en þegar hann breytti sér yfir í skósveginn þá var einhvern veginn náðan bara öllum ég reyndi að skila ekki hann alveg endan hann byrjar að labba tilbaka sem skósveit og kemur síðan aftur inn í þá og það einhvern veginn enginn að spá í því að það sé eitthvað skósveit að labba frá turninum en það svona stundum ertu ekki að fylgjast nógu vel með og Cool Beans team þau þurfu að fá einhvern leik bara æði ykkur á móti Nico farið að telja skósveina bara haldi alltaf þessi Nico í leiknum og þá verðið mun betri held ég. Þetta svo óþjólandi að vera á móti en ef við horfum á einmitt MVP þessum leik og svo fyrir seríuna hvernig þú að horfa til eins og Sko í þessum leik finnst mér að klálega að vera Ægjen sem að stóð sér frábærlega slapp við svo margt náði bara að stíga frá alls konar og stýrði pínu leiknum með sínum skaða, fór aldrei of langt inn nema bara þegar hann algjörlega gata einhvern veginn en síðan Baddi á þessum orn var mjög öflugur, Sör Cologne og Orianna var mjög öflugur líka bara svona í gegnum leikinn, bara mjög öryggi með sig ég vil gefa allavega Ægjen MVP í þessum leik annarkvort hann eða Kirkjugarður voru svona alveg klálega mín picks en ég tel Ægjen hafa bara spilað þetta eiginlega fullkomlega Kirkjugarður svona smá mistök var kott svona hér og þar þó að hann var frábær últ síðan seinna meir í leiknum en serían mér líður eins og þetta sé ennþá meira milli Sör Cologne og Badda Sör Cologne spilaði frábæran leik 1 Baddi spilaði frábæran leik 1 við gáum Sör Cologne MVP í leik 1 ég bara Þetta er erfitt Þetta er mjög erfitt á milli þeirra, ég veit ekki þú voru eiginlega að hjálpa mér hérna Ég verð að gefa bara Sör Cologne hann búinn að vera svolítið svona bara mjög fín þetta var góður Orianna leikur hann stóð sér mjög vel, komst yfir í CS í miðjunni og náði bara mjög flottum últum svo ég verð að gefa Sör Cologne fyrir einmitt seríuna Já, ég sætti mig algjörlega við það ég vil náttúrulega gefa Badda það að hann spilaði 2 lanes sem Skriðdreki og vann á móti Aatrox Lilja en Sör Cologne vissulega stóð sér frábærlega í báðum og þessi Talia var náttúrulega saga til næsta bæjar þannig að spurning hvort að við fáum ekki bara fleiri svona flotta Skriðdreki leiki seinna meir hjá Badda og gefum honum mögulega MVP ef að Sör Cologne róa sig aðeins niður í miðju akrinni eða þá að þá þarf reyndar Ægjen líka ekki að hafa 2 stórkostlega leiki eins og hann var með þennan stórkostlega leik nummer 2 en þá er það Sör Cologne leik nummer 1 og viðureignin Ægjen leik nummer 2 Einmitt það En við ætlum þá að segja þetta gott í kvöld. Takk kærlega fyrir að horfa og endilega komið aftur á mánudaginn. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðið sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.